Óvænt mörgum að Borgarnes skildi hafa veitt Keflavík svona harða keppni. Borgarnes sem spáð í eitt af neðstu sætunum, ef ekki því neðsta, að þeir bytu frá sér í fyrsta leik heima. Þannig að Skallagrímur er spáð 12. sæti, en það eingöngu spár og margt getur breyst á þeim langa tíma sem þetta móttekur. Og þá síðari hálfleikurinn hafinn og það Dagur sem hér með boltann og þá Ágúst og Jared Fry. Þetta eru sömu byrjunarlið hjá liðunum og fín sending hérna. 3 sekúndur. Já, 3 sekúndur. Það klárt. Þannig að Rögnvaldur nemur hérna Jón Orri hafi verið lengur 3 sekúndur í teik og verið að fara út úr teiknum. Þetta er 3 sekúndur. Og Keflavíkarnir leggja það á stað hér hjá Guðmund Jónsson. Það var frábær þegar hann leik með Þóri í Þorlákshöfn og átti þá magnaða leiktíð. Fór algjörlega á kostum. Piltur sem er alveg í Njarðvík. Hörkunagli. Það er spurning hvort þeir reyna að fara meira í teig. Þetta er enn og aftur. Thomas og hann setur þetta ofan í. Þetta er alveg rosalegt að sjá þennan dreng. Hann fer hér algjörlega á kostum. 17 stig inn í teig, 7 skot, 4 af þeim niður, er hitta vel. Hann klárlega getur skotið boltanum. Ég held að það sé algjörlega óumdeilt og sýnt í þessum leik. Það þarf að líma sig á. Kannski þarf hann að bæta varnarleikinn. Jared Fry reynir þetta þrýst og Thomas hirðir frákastið. Þetta er hans 4. varnarfrákast. Helgi væntanlega kalla til hans í hálfleik. Þú verður að rífa þessi frákastpiltur. Og þá Valur Orri hittir ekki. Þetta er sóknarfrákast, langt skot, langt frákast. Þetta eru þekkt fræði. Og þá Guðmundur og aftur það Thomas. Gríðarlega öflugur og sterkur strákur. Það eru 14 sekúndur. Ritaraborðið er að átta sig á nýjum og breyttum reglum. Það tekur tíma. 43-39 er staðan hér. Keflvíkingarnir í bílstjórasætinu. Leifur Sigfinnur Garðarsson hérna að spjalla við á tímavaraborðinu. Það fer yfir þetta að það væntanlega setja 10 sekúndur á skófluguna. Það var einhverjar sekúndur liðnað frá þeir tóku frákastið. Þeir fá 10 sekúndur til að klára þessa sókn, Keflavík. Þá er það Valur Orri og Thomas. Byggir mörg frábær skot og þetta er fín sending á Damon. Og hann setur þetta ofan í Damon Johnson. Þetta er þekkt skotlag. Það er frábært að sjá skotið hans Damon aftur. Og með 11 stig og þeir stela boltanum. Já, þú tapaði bolti. Þetta gengur átt ekki. Þessi sending. 9. tapaði boltin hjá Stjörnunni. 6 hjá Keflavík. Þetta er eiga boltan, Keflvíkingarnir. Thomas brosir mjög. Þetta er kampakátur strákur og það er að gera. Númer 1. Það verður allt miklu skemmtilegra ef fólk brosir. Og þá Gunnar og hittir ekki. Við séð Gunnar skora þessu færi. Já, margsinnis, það er bara þannig. Sumir boltar á þeim leiðir að fara niður þessu færi frá Gunnari. Og þá er það Jared Fry. Glæsilega gera mjúkur, gengur þessar ekki. Það er að klára sniðskotið í pilturinn. Þetta er Guðmundur Jónsson og Guðmundur með sendinguna á Gunnar Einarsson. En fínt varnarleikur þarna Jón Orri að spila vel fyrir Stjörnuna. Og þá Dagur átti frábæran fyrri hálfleik, 15 stig frá honum. Þeir stela boltanum og Valur og Gunnar. Þeir í skotið. Valur hirðir sóknarfrákast hér. Þetta er alltaf algjörlega óafsakanlegt. Þú þrýrir á deginum og þú ert bara í einhverjum pulsusending. Þú ert bara að fara og skora þessu. Og þá Guðmundur, þetta er þristur. Ekki ofan í. Gunnar Einarsson með sóknarfrákast. Gunnar leiðréttir fyrir þennan ófögnu á hann. Sækir sóknarfrákast. Vel gert hjá honum. Heldur betur. Þá er það Valur Orri og Thomas. Ágúst til varnar. Erfitt að ráða við þennan strák. Og hann fer í skot. Hittir ekki. Þetta var náttúrulega glæfralegt skot. Þetta gerist ekki eftir eina brellur. Þetta gerir eftir knattrak og ansi flókið knattrak. Þannig að þetta er ekki flæði leiksins. Þú fristir svolítið aðra menn með þér og fer bara að leika með boltan. Og eftir hún einn og alla. Marvin er mjúkur. Marvin er eins og silki. Marvin Valdemarsson komið með 6 stig. Marvin líka eins og vatnið. Hann finnur alltaf einhvern farveg til að renna. Þetta er vel gert til Marvin. 45-41. 4 stiga leikur. Keflvíkingarnir leiða 7 mínútur eftir að þessum 3. leikluta. Hörkuleikur í gangi hér í Dóminu og Stildinni Keflavík. Og þá var það Gunnar Einarsson. Og finnur Guðmund Jónsson. Og 4 sekúndur á skóklinni, Guðmundur reynar skot. Keyrir inn að körfunni, fínt varnarleikur þarna. Gunnar er bara eins og háður þarna, hann borðar öll frákvist. Enn og aftur er ritaraborðið ekki alveg átt að sjá nýri reglu. Við sjáum líka formið á Gunnari Einarsinni, það er mun betra en þegar hann lagði skóna á hilluna. Jú, en hann hefur alltaf verið náttúrulega í toppformi, en nú er hann náttúrulega bara í
í aðdánavert góðu formi, pilturinn. Og í rauninni væntanlega sýnir eigin þjálfræði að hann í verki. Að við sínum meðalum getur að náða árangri. 45-41 og þá var það Thomas og Damon Johnson og keyrir inn að körfunni Damon, setur boltan á Guðmund og Guðmundur allaði skotið og hér kemur skotið, það er erfitt. Þetta er vita Damon. Þetta er vita Damon. Skotlugan rennur út, hún snertir ekki hringinn, en Damon fekk hérna hulda frjálslega að ýta Ágústi frá sér, en það var óþarf að dæma það. Skotlugan rann sitt skeið á enda, Gunnar fyrir út af. Og Davíð Páll kemur inn á. Já. Davíð Páll Hermansson kom inn á í fyrri hálfleik. Sterkur strákur sem var í Haugum. Svakalegur Jaki og Jared Fry. Og þá Dagur og Dagur í skotið. Þetta er glæsilegt. Þetta er ofan í hjá drengnum. Frábælega. Þetta er Gabreng og sínum boltan, varnarmaðurinn hoppar. Það er gamlu góðu 2 metrar til hliðar og setur skotið niður. Frábælega gert. Góð með 17 stygg. Tveggja stiga leikur. Keflavík 45, Stjarnan 43, Johnson. Og þá Davíð. Ágúst er að spila bara flotta vörn. Þetta er frábær framlag frá Ágústi. Og sjáu þið stóra strákinn en hittir ekki Ágúst Thomas. flingar hann í erfitt skot. Ágúst er að spila bara fasta góða vörn. Þannig ég hvet fólk til að fylgjast með ungamennunum. Marvin og brotið á honum í skotinu, það gerir Damon Johnson. Hann rauk í hann bara. Já. Allt of seint í miður fyrir Damon. Þetta er annars skiptið sem þið brjóta á Marvin við þriggjastelinuna, fyrir utan þriggjastelinuna. Og það eru heil 3 víti. Það er ekki allt fært og fært. Nei, þarna var hugurinn aðeins framar en líkaminn. Og þá fer Marvin Valdimarsson á línuna. En ég þarf að fullyrða það að nánast allir, langflestir fertugir einstaklingar myndu vilja vera í standi eins og Damon Johnson er í. Það er bara þannig. Já, og Marvin fer á línuna og hann er með 6 stig. Sæmundur bróðir hans að gera sig kláran. Hann kemur inn eftir andartak. Stóð sig feikilega vel hér í fyrri hálfleik. Sæmundur. 7 stig er Marvin komið með og hittir ekki. Þetta eru 3 skot. Það var brotið á honum hann með 3 stiga skoti. Já, Sæmundur bróðir tók 3 sóknarfrákost í fyrri hálfleik. Heldur betur. Og skulum sjá hvað hann gerir. Já, þetta er ofan í. Vel gert hjá Marvin. Hann jafnar þetta 45-45. Vel gert hjá Stjörnunni. Í Keflavík. Þetta er grótart. Svona viljum við hafa þetta. Verður næst í Borgarnesi. Á mánudaginn kemur. Þá er það Valur Orri og Damon Johnson. Þannig að það er Damon á núna að leiða sóknarvagnin á Keflavík. Og Davíð með erfitt skot. Það er heldur ekki flæði í þessu. Það er enginn í sóknarfrákost, það er enginn í stöðu fyrir neinar aðgerðir aðra heldur en að horfa á bolta. Þá Sæmundur kemur boltanum á Dag. Og Dagur fer í skot. Glæsilega. Þetta er ofan í frábær karfa. Hann er komið 19 stig strákurinn. Þetta er frábær leikur honum. Hann er glæsilegan fyrri hálfleik og seinni hálfleikur. Þá bara heldur hann áfram. Það er að gera. Þú toppmaður og heldur áfram. Stjarnan leiðir. Þeir eru 2 stigum yfir og þá Damon Johnson. Þetta er erfitt skot og Jón Orri hirði frákastinn. Og Jared Fry og kemur boltanum á Marvin og hann snýr þessu ofan í körfuna. Marvin Valdimarsson 10 stig. Það er bræðirnar á sikkort vangan og klára þetta vel. 49-45. Damon er aðvaraður. Þetta er einhver regla sem Damon þekkir ekki. Eitthvað nýtt frá því hann spilaði hérna síðast. En Leifur ekki fullsáttur við það sem hann sá. Leifur Garðarsson lét hann hafa það og spjallaði við hann. Föðurlega reyndar. Já, þetta var svona fullri hörku. En það virtist það eina meðalinn sem virkaði. Og nú verður að sjá hvort við fáum ekki að heyra í Keflvíkingum. Motion. Get the ball moving. A little bit. Damon, stay here. Davíð. Set the pick. Já, Helgi Jónas búinn að ljúka sér af og þá skulum við heyra í Stjörnubekknum. Hér sjáum við Damon. Er brotið á honum þarna. If you get the mid-range shot, we take it. Jón, you need to crash the board. Okay, you're in great position to get that board. Þetta er vel útfært hjá Stjörnunni. Við sjáum ekki hvað gerist þarna en eftir þetta var einhver óþarfa samskipti sem Leifur greip
En þetta vel útfært hjá Stjörnunni, fylltu þarna línuna vel, þú vilt fylla þessar 3 línur miðjuna og svo vængina og klára þetta ofsalega vel. 49-45 og þeir eru að stýra núna hraðanum, Stjörnupiltar. 45-49, hörkuleikur í gangi hér í Keflavík, ágætis stemming í húsinu. Og þá er það Davíð og finnur Damon og Damon fer í skoti, setur þetta mjúklega ofan í Damon. Jónsson komið með 13 stig. Þannig samleikur, hann er menn að spila saman, kemur upp eftir hindrun, fær upp í skot á vítalínu og setur hann niður. 2 stiga leikur, þá er það Jón Orri. Númer 3 fyrir gestina. Og Dagur og Marvin. Og setur þetta ofan í Marvin Valdimarsson, vel gert í honum, 12 stig. Gamla góða spjaldið, til þess er það þarna. Það er alltaf kjurt, það er alltaf til staðar, það veit alltaf að þér. Jared Fry munaði minnstu. Og Leifur dæmur á Arnar fyrir að halda Jared Fry. Arnar Jónsson ekki sáttur með þetta og gaf Leifi þarna illt auga, en Leifur með þetta allt saman á hreinu síðan lítur hann við og hristir höfuðið og það er í góðu lagi. Arnar stigalið sent á. Hefur ekki komist í takt við þennan leik. Það er nægur tími til að finna taktinn. Það voru Sæmundur og Dagur og Marvin Valdimarsson. Þetta er villa, en ekkert dæmt. Ekkert dæmt, þeir halda boltanum og aftur fer Marvin í skot. Nú geigar það. Hann stígur út af, tapaði bolti. Keflavík er að dómarinn svolítið kemur með þeim mega sem þess að ekki láta dómarinn að pyrra sig. Það er full reynt, en auðvitað gerist það. En þeir eru að taka varnarfrákosti núna, en á sama tíma er sóknin ekki nægilega skipuleg. 47-51 er staðan hér, 3:47 eftir að þriðja leikluta. Nú vill Rapp setja upp fléttu fyrir Jared Fry, hann hefur alltaf 10 cm á varnarmannin. Þetta er vel spila hjá Stjörnunni og hann sóknar frákast, toppmaður Jón. Jón Orri, mun að eiga Stjörnuleik hér. Glæsilega gert, frábæðilega gert. Þetta er algjörlega til fyrirmyndar, geggjað. Og allaði skotið hætti við það gerir hins vegar Damon Johnson. Það setur hann niður. Þristur. Þetta er þekkt. Núna eru Körut að varna að kanna til kappan. Það er að sakna hans fyrir Keflavík. 50-51, frábær þristur frá Damon Johnson. Og þeir vinna boltan. Reggie og aftur Damon Johnson. Það að segja. Gengur ekki. Og vel gert Marvin Valdimarsson. Og frábær sending á Jared Fry. Glæsilega gert. Marvin er meistari. Þetta er frábærlega gert hjá hann. Þessi tveir þekkja hvort annan. Þetta er bara virkilega flottur leikur. Það er ekkert flóknara. Frábær leikur hérna. Stjarnan leiðir með 3 stigum. Marvin þarf smá hvíld. Þá kemur drákurinn Sigurður Dagur Sturluson. Sigurður með 1 stig. En hann hótar alltaf með skotum, en vita hann er með gott skotlag. Tómas Þórður Hilmarsson kemur inn á hans fyrsta innkoma. Það er hér hvíldina, Jón Orri er búinn að vera mjög sterkur í þessum leik. Hann er bara flottur piltur. Sómakær. Á línunni með 10 stig. Það er púað á hann hérna í stúkunni, hittir ekki. Jónsson með frákastið. Þetta er kannski lagra hátalarkerfi hérna í húsinu, það er ekki alveg nægilega gott. Og þá er það Guðmundur Jónsson! Þetta er tekið að mjög löngu færi. Þetta er kannski óþarfa fjarlægð. Akkúrat. Það var ekkert í gangi og hann hefði getað farið allavega 2 metrum nær. Sverðið bara einfaldlega allt of stutt. 2:48 eftir að þriðja leikluta. Keflavík 50, Stjarnan 53. Hörkuleikur. Ágúst kemur inn. Sæmundur Valdimarsson út. Ágúst settur inn á leið og William Thomas kemur inn á. Hann er honum til höfuðs, hann á að liggja í honum. Hann hefur gert það feikilega vel í þessum leik. Hann er hávaxinn og prúður. Frábærlega gert Dagur og Ágúst í vandræðum. Já, í tómu vandræðum. Inn í tómu tjóni og þá er að Valur Orri fýtt hraði á honum. Damon setur hann út, Guðmundur og setur þetta ofan í meini. Hann gerir það alls ekki og hér berjast hann boltan ungumennir. Þetta verða þær að taka. Hann er Sigurður komið boltan, hann er sér verður bara eins og sápustykk í höndunum á honum. Valur Orri er bara mikið grimmari. Já, já. Hann skoppar hann illa og Valur er hérna innan seilingar og Valur bara borðar hann. Hann er frekur, strákurinn. Valur Orri komið með 10 stig í leiknum. Gengur ekki vítaskoti. Það er aðeins að balansera sig betur. Valur Orri hér sjáum við hann. Það er 2:20 eftir. 3 stiga leikur, 2 stiga leikur. Vel gert hjá Val. Já, vel gert hjá hann, komið með 11 stig. Þeir eru góðir þessi strákar, 2 stiga leikur.
Þröstur Leó kemur inn, Damon Johnson fær hvíldina. Helgi gefur hann einhverja mínútur núna. Damon að spila eins og að flottan leik. Flottan leik. Ágúst, góð hindrun, opið skot. Og Dagur, þetta hátt og snjallt. Dagur, þristur, maður minn. Hátt og snjallt. Þetta ein leið maður. Þetta frábært skot. Góð með 22 stig. En þetta gerist þetta fléttu, gerist þetta brellu. Flex screen hérna, alveg fyrirmyndar. Ekki grín að vera með Davíð í fanginu, sjáu þið. Þetta alvöru maður, þetta alvöru vaxtarlag. Já, þetta náttúrulega bara skýr og massi. Sýnist það. Þetta skýr og massi. Þetta bara alvöru vaninu skýr sko. 56-51 staðan, Stjörnumenn leiða og þá það Tómas. Hann náði að loka svolítið á hann núna Stjörnumennir og það lykilatriði. Ágúst Angvartísson hefur séð það. En hér hins vegar frábær sending og sjáu þið. Hanna var hann mjúkur Davíð Páll Ernarsson. 2 stig frá honum. Þannig að gerði Tómas vel, fann félaga sinn í góðu færi. Tveggjastiga leikur 53-56, Stjarnan leiðir. Hann Tómas elsta dag. Og þá það Ágúst. Hann bara farin að fara hon í hálsmáli á honum. Og frábæra hreyfingar Jared Fry og Sigurður fer í þrist. En þetta loftbolti. Það áhuga vörðum á Tómas, hann farin að fara í einhvers konar störukeppni við dag. Ég kann ekki alveg hennar varnarleik, þetta eitthvað sem hann þekkir annar staðar frá. Já, líklega. Hann hins vegar brosir og skemmtir sér konunglega hérna. Þetta bara kátu kall og það skiptir, það allan að helmingur lunnin. Já, og þá það Valur Orri. Og Þröstur Leó, Valur Orri. Tómas sækir á hann og Valur fer í skotið, hittir ekki. Og Jared Fry nær ekki að taka boltan hann. Hér hirðir hann hins vegar sóknarfrákast. Og kemur sendingin á Ágúst, það lítur að vera ofan í Ágúst Angvartísson, vel gert. Þeir eru bara vel skipulaði Stjörnunni, þeir eru vel skipulaði, Hrafn að gera hérna vel. 56-53, aðstofamæður hans Kjartan Atli. Hann hefur mikla reynslu líka, gleymum því ekki. Hann Kjartan líka þekkir þessar strákar, búinn að spila með þeim lengi og þjálfa marga, þannig að hann gjör þekkir þessar sveina. Og Þröstur Leó. Þröstur baneitraður. Þristur frá honum, annar þristurinn hans. Hann baneitraður. Þetta vel gert hjá hann. Kemur að bekknum og hjálpar til, þannig eru toppmenn. Tveggja stiga leikur, þetta hörkubarátta hérna, 28 sekúndur eftir að þriðja leikluta. Jared Fry keyrir inn að körfunni og situr þetta ekki ofan í. En þeir hirða að sókna frákast, þetta ótrúlegt. Og þá það Sigurður, hvað gerir strákurinn? Broti á honum. Já, svolítið ragur. Já, það dregur úr þér kjarkinn og brennir af skotum sem eru svona opin og sérstaklega eins og áðan þetta fer einhvern veginn út á tún í staðinn fyrir að fara á réttan stað. Já, þá dregur úr þér vígtennurnar. Þetta kyn hefur aldrei verið þekkt fyrir það að vera mjög hrætt. Nei, það ekki það sem háði föður hans mikið gegnum tíðina. Og frændum. En hann nei, þetta allt mannlegt. Sjálfstraust stór hluta þessum leik. Og þá bara kveikja aftur, sækja villu, sækja vítaskot og kveikja sjálfstraust neistan. Sigurður Dagur komið með 1 stig, nú mikilvægt fyrir hann að setja þetta ofan í. Keflavík 56, Stjarnan 58, bráð skemmtilegu leikur hér. Hann hittir ekki strákurinn. Og þulurinn hérna Keflavík er hrikalega ánægður með þetta. Það þarf ekki mikið til að kæta endilega. Nei. En bæði skotin er sóknar frákast. Tómas. Dagur með skot. Dagurinn hittir ekki. Og þá koma keflvíkingarnir, Þröstur Leó, fín innkoma hjá honum líka í fyrri hálfleik, keyrir inn að körfunni, kemur boltanum á Davíð, hann hins vegar skynssamur. Og hér Tómas. Finna Gunnar, opinn þristur. Hann hittir ekki. Allt upp í loft. Davíð hittir þetta er búið. Gengur ekki, 56-58 er staðan eftir þriðja leikluta. Það eru Stjörnumenn sem leiða. Þetta er hörkuleikur hér í Keflavík, frábær byrjun hjá okkur. Og við skulum heyra í Keflvíkingum, hvað hafa þeir að segja? Við sjáum það 17 sekúndur eftir hérna. Hey, listen. When our guards get offensive rebounds for once, just dribble it out. We're always trying to go up. We have never made a basket. Make them pay by going out. Keep on going in motion.
move the ball a little bit better. Will, I want you on the pinch post. Stay opposite wing. All right? Hey, let's go. Turn it up. Ball corner, guys. Let's go. Better. Still get into continuation, okay? Let's look to move the ball. Every time we move the ball, we get something good, okay? Next time down, when we get the chance, let's run 5 for Jared, okay? Pass the ball away from Jared. Let's see if we can get in the lob, okay? One time. Hey, lob the ball one time. They know about the pick. They know about the pick up the top. They're switching it. So the guy that sent the pick, step to the ball. It's going to be open. They switch on play number 5. Step to the ball or dive. Or dive, yeah. Exactly. Just make yourself available because they know about the pick. Also with 3. So you need to step into the middle and get the ball. And then the defense is collapsed. Okkar leikur, strákar, come on. Og þá þetta vara af stað, 4. og síðasti leikniti Hérna sjáum við Ellert Eiríksson fyrir til bæðastjá. Hann búinn að setja í þessu sæti í 30 ár, ekki einhvers staðar. Þetta þarna í sæti held ég örugglega 105. En að kvennaleikjum situr hann hinum við ganginn, hann á sama stað. Þetta alveg magna, hann bara tímalaus kallinn og situr alltaf á sama stað og hvetur sína menn. Hann flottur. Hann flottur, 56-58 og 10 mínútur eftir. Og nú að duga að drepast, Stjörnumenn án sigurs. Og Dagur klaufið þarna, gat gert betur, Valur Orri. Keyrir inn á körfunni, setur þetta ofan í strákurinn, hann gerir það, vel gert. Þetta svo dýrt að missa boltan og opnum velli. Jared Fry eftir að gera hérna nokkur margar hluti í 4/4. Staðan 58-58. Og Tómas, hann fer í þrýst og hann lekur upp úr körfunni. Ágúst tekur sóknar frákastið. Og þá er að Dagur brotið á honum, ekkert dæm. Gamla samlokar hana, það er ekkert að því. Og þá er að Gunnar Einarsson. Þetta verða skrautlega loka mínútur hérna, frábær sending. Þetta brennir af þessu. Hann klikkar en það er búið að flauta. Þetta ótrúlega ákvörðun, menn verða að hafa opin augun hann undir körfunni. Gunnar er stigalaus en þetta álega Þröstur að setja niður. Fær víti, það er ágætt. 58-58 en Þröstur hins vegar búinn að setja niður 2 þrista. Já, hann er náttúrulega toppmaður, hann veit náttúrulega manna best að hann á ekki að enda þetta með því að detta á rassinn, hann á að enda þetta með körfumaður. Og setur þetta ofan í silki mjúkur þarna eins og Svæli Björgvinsson myndi orða það. Vel gert. Þröstur er þetta frábær skotmaður, algjörlega frábær skotmaður, stemmingskall. 60-58 myndi ég sagt að það eru Keflvíkingar sem nú eru komnir yfir. Það eru sveiflur í þessum leik og þá er það Dagur. Og Jared Fry. Og frábæra hreyfingar. Þetta er stórkostlegt. Þetta er augla konfekt maður. Þetta eru bara IKEA bollur. Þetta er geggjað. Tvistur frá honum. Góð með 12 stig Jared Fry. Hann þarf að taka heldur betur við sér hérna ef þetta á að takast hjá Stjörnumönnum núna í 4. leikluta. Og sjáu þið Gunnar Einarsson, sjáu þið það baráttu staðar upp 60-60. Það eru aukaæfingarnar sem skila, Gunnar gerir þetta vel. Og þá Tómas, Ágúst sækir á hann og Tómas keyrir inn að körfunni. Úr að flauta, Rögnvaldur með þetta allt á hreinu. Það er vill á Dag. Og Dagur steinhissa. Rögnvaldur er hárnákvæmur í þessu og finnur eitthvað sem aðri sá ekki. 8:28 eftir staðan jöfn, 60-60 spennandi leikur og Tómas tröllið, William Thomas Graves fer á línuna. Hann er góður skotmaður, vítið eins og það leit ekki vel út hjá honum. Þetta er hans fyrsta ferð á vítalínuna, 17 stig, 4 frákast, 5 stóðsetningar. Hann er að taka sitt fyrsta víti vegna þess að hann er ekki að spila undir körfunni. Hann er að forða snertingu frekar en að sækja snertingum. Þetta er maður sem á að vera að taka upp í 10 vítileik. Kemur Keflvíkingum stigi yfir 61-60 og þá er það Jared Fry, Ágúst Angardísson og Dagur og frábærlega gert og brotið á honum þarna Ágústi. Ágúst kom með 4 stig, hann er með 8 frákast og frábæra vörn, 25 mínútum, hann er búinn að gera vel. Og þetta Stjörnulið á bara eftir að verða betra. Tómas að koma út af hér, leikmaður nummer 11, Tómas Þórður Hilmarsson búinn að skila sínu, gera það vel. Og það er Ágúst sem fer á línuna, Ágúst Angardísson, komið með 4 stig. Hann er 29 ára gamall þessi piltur. Það er ekki að jafna leikinn hérna, en hann fær aðra tilraun. Við rétt að byrja 2 metrar, þetta er vel vaxinn sveinn. Það voru maður. Eins og sögum við fyrirleik, spilaði með KFI í fyrra var með
KR í nokkur ár þar á undan, fekk ekki mikið að spila en er toppmaður og fær hér tækifæri greinilega í Stjörnunni. Fyrst og síðast hér í frábæri varnarvinnu. 61-61 og þá er það Tómas. 15 stig frá honum í fyrri hálfleik og með 3 í seinni. Og þá er það Davíð. Og hann fer í skoti, Davíð hittir ekki og Marvin hirðir frákastið. Þetta var vörnin á Stjörnunni, þvingar Davíð hann í erfitt skot. Glæsileg bortarhefur, glæsilega gert. Og Marvin fer í skot, svellkaldur, svolítið skakkur, hittir ekki. Staðan jöfn 61-61. Þá er það Valur Orri. Þetta er stöðubaráttan núna, 61-61, 7 mínútur eftir. Nú þurfa liðin að halda höfði, halda einbeitingu. Aðeins farnir að þreytast og Valur fer í skotið, hittir ekki. Það var eins að galopinn þarna. Hún reynir á úthaldmanna. Og sjáu þið í dag hérna, þetta er svo lipra. Glæsilega, þetta er frábært Carvalho.